Heil og sæl, þetta þátturinn milli himins og jarðar. Í dag ætlum við að tala kynlíf og til þess að tala kynlíf fæ ég náttúrulega bara sérfræðing af því að við erum svo heppin að hafa hana Siggu Dögg hérna hjá okkur í heimsókn. Hún á Norðurlandi, ferðast á milli skóla og ræðir kynlíf og kynheilbrigði og allt saman við hérna unglingan okkar. Og vertu hjartalega velkomin Sigga Dögg í þáttinn. Þú ert kynfræðingur. Hvernig svona bara vinnudagurinn hjá kynfræðingi? Hvað gera kynfræðingar? Stundum vinnudagurinn hjá kynfræðingi í náttúrunum heima að svara tölvupósti og spurningum. En við erum 3 sem titlum okkur sem kynfræðinga á Íslandi og við erum allar vinnum mjög ólíkt. Og ég myndi segja að ég hafi kannski kosið mér vinnustað sem svolítið óhefðbundina þegar ég flakka á milli skóla, þannig að ég svolítið mikið á ferð og flugi oft. En svo koma sem betur fyrir dagar þar sem maður bara í tölvunni. Ég kannski búið til nýjan fyrirlestur, ég að kynna mér nýjar rannsóknir, ég að skrifa pistla og stundum ég í fríi. Þú veist, ég á lítil börn, þannig að ég stundum leyfi mér frídag milli 8 og 3:30 og þá reyni ég að hitta vinkonu mínar, fer kannski í sund, reyna að eiga stefnumót með manninu mínum, ég reyna að pakka þessu inn á svona hinn hefðbundna vinnudag að því ég vinn á óhefðbundnum tímum. Þannig að það svona einhvern veginn virkar fyrir okkur, sko. Þannig að þú ert fyrst og fremst uppfræðari. Það þitt starf að uppfræða varðandi kynlíf og kynheilbrigði. Þú ert ekki í ég veit ekki hvort þú séð þættina á RÚV kynlífsfræðingana sem að ég setti mjög mikið upp að það komið ný þáttaröð, það var að byrja núna og ég horfi alltaf á þetta gerist svona 1950 og eitthvað eða 60. Ég elska þessa þætti. Og það sem að þau eru sem sagt að gera tilraunir á lifandi fólki og sjá hvernig líkaminn bregst við þegar verður fullnæging og allt þetta. Þú það ekkert svoleiðis, þú ert ekki í þannig rannsóknum. Ég ekki því, nei, og ég hef ekki fundið þörfina til að vera í svona beinum nálgunum. Ég finnst að það ekki minn farvegur, það eru aðrir kynfræðingar sem hafa gert það. Eru kynfræðingar sem gera það? Ég meina, hvernig gæti svoleiðis farið fram? Það eru kynfræðingar sem til dæmis vinna við að kanna kynfæra svörun við alls konar áreiti og þetta allt gert bara svona laboratóri og mjög vísindalega og allt skrásett og svona, en þá náttúrulega eru þau yfirleitt ekki viðföngin sjálf, eins og það sem skekkir Masters & Johnson í þessum þætti að þau eru viðföngin, en samt verður þetta náttúrulega svo. Það sem verður merkilt við að þau þróa kynlífsterapíu sem ennþá notuð í dag. Þau þróa hana. Þessi sensate terapía, þegar þau, ég vona við sem ekki að spilla þættinum, þegar þau leysa risvandamálin hans á svo eftirminnilegan hátt að þessi grunnur sem þau lögðu þarna ennþá notaður af kynfræðingum í kynlífsmeðferð í dag. Og þetta er svo skemmtilegt við kynfræðina það að þetta fag sem svo ótrúlega fjölbreytt. Og ég vann sem þjónn rosalega lengi, af því pabbi minn átti alltaf veitingastað og var í þeim bransa, þannig ég bara fylgdi því. Mér fannst það líka með það að vera þjónn, þetta var svo fjölbreytt, þú ert að hitta alls konar fólk, þú ert að vinna í mismunandi aðstæðum, mismunandi stöðum, þú veist, og ég svolítið hrifin af því. En stóra spurningin sem að ég búin að hlakka til að spyrja þig að því að ég búin að hugleiða hana og ég veist að flestir geri það en við kannski ræðum það samt aldrei einhvern veginn bara svona beint, setjumst niður og spyrjum þessar spurninga hvað kynlíf í þínum huga? Þannig að nú ætla ég að spyrja þig, hvað kynlíf? Já, af því að mér finnst að við talum kynlíf og þú veist ég að tala appelsínur og þú ert að tala zucchini og við erum bara algjörlega á sikurum einhvern veginn öndveru meiði en kynlíf ótrúlega stórt og mikið og það bara svona regnhlífa hugtak yfir mjög margt og ég hef skilgreint það fyrir unglingana sem allar gælur við kynfæri. Ég lít ekki á brjóst sem kynferðislegan hlut en einmitt unglingur í tíma mér áðan spurði þessu af hverju engin brjóst, af hverju talar ekki brjóst og það því við erum náttúrulega mikið berjast fyrir því að þau séu ekki kynferðislegur hlutur ekki frekar en þú kjósir það en þau séu það ekki sjálfkrafa. En kynlíf mjög misjafnt milli einstaklinga og það svolítið á milli kannski parsins sem það stundar að skilgreina hvaða flokka stundir. En ég algjörlega hafna því að það standi og falli með samförum, Já, það ekki bara spurningin að gera það. Nei, mér finnst svo leiðilegt hvað samfarir fengu að yfirtaka rosa stórt og mikið og bara einhvern veginn fókusinn verður einhverjar 3 mínútur þar. Já.
Já, og ég held að ég ofta veltaði fyrir mig að þegar fólk segir þetta, já, við stundum kynlíf þarna, eða skilur hvaða eigi við, en ég held að mjög margir mitt eigi bara við það eigi bara við einmitt beinar samfarir, sko, það sé, en heldur þessi munur á kynjónu varandi skilning á þessu hugtaki og hvað felst í því, hvað felst í því að stunda kynlíf? Ég held að sé meiri munur á milli einstaklinga í því hvað felst í að stunda kynlíf, en ég held að almennur svona konsensus ef þú segir stunda kynlíf, þá áttu við samfarir. Já. Ég held að við heyrist það svona á fólki og það er svo fyndið þegar segjum til dæmis að hjón, segjum karl og kona kom í kynlífsmeðferð og þau segja heyrðu, við erum að koma hérna, við erum eitthvað vandamál að stríða. Eitt af fyrsta sem er gert í kynlífsmeðferð er að það sett samfara bann. Og þá verður það oft þannig að konan er svona alveg hér meðan hann bara býtu, akkur heldur þú sem að kominga? Þetta er greinilega eitt af vandamálunum að þú mátt ekki banna það. Og þetta er svo áhugavert. Það er þessi dýnamík sem ég er að pæla svo mikið í, upplifun sérstaklega kvenna á samförum. En af hverju myndi til dæmis kynlífsfræðingur, hvaða aðstæður getur skapast þannig að kynlífsfræðingur myndi bara ráðleggja hjónum að sleppa samförum í ákveðin tíma til þess að laga kynlíf? Ég meina, hvað væri þá að pæla? Endurstilla. Byrja á byrjuninni. Af því þarna ertu kannski búin að taka allt sem felst í kynlíf og þetta er ég alltaf að segja við unglingana, markmið með kynlíf með annarri mannesku er ekki fullnæging. Það er kannski markmið með sjálfsfrón en það er ekki markmið með annarri mannesku. Það er þetta ferðalag sem við eigum saman. Þessi nánd, þessi tími, þetta ég að kynnast þér og þú að kynnast mér og fullnæging getur verið hluti af því en þarf það ekki. En einhvern veginn þegar við erum búin að smætta kynlíf pars niður í bara samfarir, þá erum við búin að missa ótrúlega margt. Við erum búin að missa innilega snertingu, við erum búin að missa það að tengjast, við erum búin að missa það að læra inn á hvort annað og eftir stendur einhvern veginn bara vélræn athöfn sem oftar en ekki er föst í einhverju svona móti sem við byggum einu sinni til og það virkaði þarna einu sinni maður stund og það bara skulum við halda okkur við það. Eitthvað sem við vorum búin að skapa þetta einu sinni, við kunnum þetta og það bara eins og, við erum alltaf að elda sama réttin í matinn að þá bara, fyrir við í rúmið kvöld og gerum bara svipað, sko, við höfum alltaf gert. En það er svolítið þannig, það verður svolítið þannig hjá fólki. Já, það hættir til nefnilega að verða svolítið þannig og fólk festist í einhverju svona móti og upplifir svona, ég get ekki alltaf að fara að bregða út af að það væri skrítið eða, þú veist, og hvernig á ég að bera það að mér langi að breyta til. Og svo gleymist þetta. Kynlíf er bara eitt af því sem gleymist. Það gleymist að rækta nándina í hversdagsleikunum. Það gleymist að strjúka fallega eftir mjóbakinu eða klípa í bossan eða fara í sleik eða knúsast á hann við kveðjast. Þetta bara gleymist. Það er einmitt það sem að mér langaði svolítið að tala við þig. Það er þetta að því að ég veit að þú ert náttúrulega hér á Akureyri núna að tala við unglingana og það er alltaf stórkostlegt og skiptir alltaf ótrúlega máli að það sé byrja snemma að fara yfir hlutina. En fullorðið fólk, bara, og þá meina ég bara fólk á okkar aldri og eldra og bara sem orðið fullveðja einstaklingar, farin að lifa svolítið flóknu lífi, sumir í barnauppeldi, aðrir ekki, en bara svona para sambönd almennt, alveg sama á hvað aldri fólk er og þar sem að lífið er með alls konar kröfur og menn að standa sig á ótrúlega mörgum sviðum, að þá vill oft henda að einmitt þessi þáttur bara samskiptana, kynlíf og líkamlega nánd og svona, einhvern veginn bara er sett til hliðar eða gleymist eða eitthvað. Hvað, sko, ég veit að það er mörg ráð í gangi, auðvitað er alltaf verið að skrifa pistla þetta og allt svoleiðis, mér er að gert það sjálf, en þú veist, hvað svona, ef þú svona reynir að draga þetta saman, ferði við sviðið, hvað heldur það sé, sko, hvað mistök heldur fólk sé aðalega að gera, þú veist, bara ég og maðurinn minn og þú og allir í því þegar svona við förum að gleyma okkur einhvern veginn. Hvað er það? Við erum að gleyma þessum bara algjörlega grunnhlutum sem við notum til að sýna sérstaklega makanum okkar að hei, ég og þú eigum í sérstöku sambandi, þetta er ekki bara sambýlingar eða vinarsamband og hvað aðgreinir okkar samband, hvað er það sem gerir okkur sérstök? Jú, það er við eigum sérstakar snertingar sem getur verið bara koss. Bara stroka, bara hrós, bara segja takk fyrir að vaska upp,
þó að það sé alveg jafn sjálfsagt að makinn þinn vaski upp eins og þú vaskir upp, en bara að fá þessi litlu að það sé tekið eftir því sem þú gerir og þessi þakkað fyrir það getur verið ótrúlega kröftugt. Að því ég held leið sko það sem við gerum oft er að við erum þreytt og við erum yfirkeyrð, við förum að ætla makanum einhvern annan ásetning eða eitthvað aðra hegðun og svo förum við að lesa í allar aðstæður og við erum oft stundum búin að fylla inn í eyðurnar á einhverju sögu og það kemur ekkert út munnin á okkur. Við erum bara ekkert nógu dugleg að tjá okkur. Við stundum bara nennum því ekki, stundum óttist við viðbröðin, vitum ekki hvernig við að taka við viðbröðin sem gætu komið. Þannig ég held að ef fólk sko fyrir að opna meira á þessu samskipti og fyrir að vera hreinskilnara við sjálft sig, þú veist, hvað þarf ég til að þetta samband gangi vel, til að mér líði vel og hvað get ég gert svo þér líði vel. Og þegar þetta fyrir að opnast, því fólk ekki vant að tala svona, þú veist, að þú ferð kannski á stefnumót með makaninu, þá eru þau kannski að fara út að borða, þau eru kannski að fara í bíó, þau eru svona að gera eitthvað, en það er mjög sjaldan sem þau bara takið málin og bara heyrðu, ok, svona lítur þetta út. Og það hefur stundum verið grínast með ég svo einhverju rófinu, að það er mér svo ótrúlega gott að fá hlutina bara beint út, bara nei, segðu mér hvað þú meinar og hvernig þú skildir þetta, svo ég geti útskýrt. Og ég og maðurinn minn höfum eina svona tækni, svona berskjöldunartækni fyrir svona samræður meðal annars. Við förum saman í bað. Og þú ert hvergi að berskjaldaðir eins og í baði og svo þú veist, á maður ekkert svo stórt bað, þannig að maður svona allsber og krumpaður, einhvern veginn saman í baði og það einhvern veginn, þetta verður svolítið okkar stund, þess að við tökum fyrir alls konar málefni og spjöllum og við erum bæði einhvern veginn, þetta verður á svona rólegri og virðingaverðari nótum að því að maður er svo berskjaldaður. Saman í heitu baði með einhverju baðsöld og erum bara eitthvað, já ok, mér finnst að ég upplifi að við höfum ekki verið duglega að gera þetta, ég væri til í meira af þessu, getum við gefa okkur tíma fyrir þetta og málin er einhvern veginn bara svona rætt og þetta byrjaði ótrúlega snemmi okkar sambandi og okkur fannst þetta svo fyndið, við vorum alveg Hvernig fundið upp á þessu? Eða skilur, hvernig kom þetta til að þið fóru að gera þetta? Bara, þú veist hvað maður er mikið dúlla þegar maður er að byrja saman. Þá er maður einhvern veginn svona, ég get ekki að fara í bað án þín, komdu með mér í bað, eitthvað svona. Og þetta einhvern veginn bara byrjaði fyrir tilviljun. Og svo fór þetta að verða svona, á kvöldin hittust við og fórum saman í bað. Við vorum, hann bjó annars staðar, hann bjó sérst erlendis og var svona flug á milli. Og við einhvern veginn áttum þessar stundir í baði. Og alls þar þar sem við höfum búið, nánast, allir nema held í einni íbúð, hefur verið baðkar. Og það er svo ótrúlega að finna því við bara svona, já, heyrðu, er ekki kominn tíma og við förum í bað. Og þá er það pínu svona, nú ætlum við að spjalla, en svo er við líka, við höfum kveikt á þætti í baði. Bara, og það er nánd. Það er auðvitað nánd. Það er ekkert alltaf að vera Það er ekki endilega því sé alltaf að ræða hlutina. Þetta er bara, einhverju djúpa samræður, þetta er bara nánd. Bara við erum nakin, við erum saman, eins og bara það að sofa nakin saman. Eða sofa í bara síðum bóli eða eitthvað en ekki í nærfötum. Það eru bara svona litli hlutir, þó það þýði ekki samfarið eða þýði ekki neitt meira. Það er bara svona, hæ, ég er að hugsa til því. Það er svona, spennandi, þú bara hérna nakin hjá mér. Þú veist, það eru allir þessi litlu hlutir sem fólk getur kynnt upp í sínu eigin sambandi og samskiptum. Magnað. Er einföldun að ætla að sé munur á væntingum kynjanna í þessum efnum eða er munur? Þú veist, ég upplifi það svolítið í mínu starfi sem prestur af því að þetta tölum við þessa hluti líka í hjónaviðtölum. Það nást ekki varla hægt að fara yfir stöðum mála svona að koma eitthvað með einhverjum hætti inn á þetta og mér finnst þetta dálítið gott sko, mér finnst fólk ótrúlega opið að gera það. Það kemur mér svona skemmtilega og bara óvart eiginlega í mínu starfi sko. En ég svona upplifi svolítið, mér finnst oft svona munur á kynjunum, varðandi bara væntingar til þess hvað kynlíf eigi að vera hjá þeim. Upplifir þú það? Mér finnst það rosa samfélagslegt, ég ætla kannski frekar að segja það, mér finnst það rosa samfélagsleg gerð, hvernig við höfum talað um kynlíf, hvernig við höfum talað um konur og kynlíf og svo karla og kynlíf og þá að við göngum svolítið inn í handrit, hvernig er búið að segja okkur. Mér finnst svolítið tala neikvætt til dæmis konur og kynlíf og við sem að nota til að refsa eða til að hrósa eða til að viðhalda. Þetta er ekki einhvern veginn svona út frá okkar ánægju eða nánd, en þá líka er búið að kenna þetta að samfarir er stimpillinn, það er þess að þú mælir tíðni kynlífs ykkar út frá, það eru þessar samfarir. Og þegar ég hitti rosa mikið af konuhópum, bæði fyrir gæsanir og hitta starfsmannahópa og bara alls konar, konur eru bara duglegar að hópa sér saman. Það er bara ótrúlega skemmtilegt. Og þar eru við alltaf að tala um þetta og ég hef spurt hvenær biðurðu kynlíf fyrir þig
út frá þínum unaði. Snýst ekki að gefa og þiggja, snýst bara að þiggja, slappa af og bara njóta þess að fá fyrir þig. En hvenær líka býður upp á þá að gefa? Hefurðu prófað það? Og þetta bara framandi hugtak. Heldur að sé það mjög oft þannig bara í samskiptum hjóna, jafnvel fólk sem er búið að vera lengi saman og eignast börn saman og lifa bara mörg ár saman, að þegar fólk er að stunda kynlíf, að þá er það að hugsa, eru bæði að hugsa, já, ég get nú ekki bara verið að þiggja hérna í kvöld, ég verð nú líka, þetta verður að vera kaups. Heldur að sé oft þannig? Já, ég held að það sé rosa ríkt í fólki. Og þá getur það kannski líka verið það annar aðilinn sem er sér, ég nenni ekki þessu í kvöld því ég nenni ekki að gera neitt, en ég væri til í að þiggja. Já, eða þá líka ég væri til í að gefa. Já, ég væri til í að gefa. Algjörlega, og þetta er bara nýtt handrit sem við þurfum bara að fara að temja okkur upp á nýtt. Við þurfum bara að fara að tala upp á nýtt. Ég hugsa nefnilega sem með margir sem bara fari meðvirknisskýr í sínu kynlífi út af þessu. Þeim finnst þau vera bara einhver býstnánast ef þau eru bara að þiggja þetta kvöldið og hinn færi ekki neitt. Þú sem kynfræðingur myndir segja að það er ekkert að því, bara þannig að bara þeir sem eru að horfa. Það er bara, þurfa ekkert allir fótboltaleikir að enda í 1-1, sko. Það er bara allt í góðu. Já. Og þetta eru sambönd. Já. Sambönd eru alltaf þetta tóg fram og tilbaka af því að við gefum eftir og svo tókum við til okkar og það má líka vera í kynlífinu og það er rosalega nauðsynlegt. Það er rosalega nauðsynlegt að átta sig á því að segja, ástu mín, ég er svolítið þreytt eða mig langar ekki, má ég gera þess við þig? Og þannig ertu náttúrulega að rækta nánd og þið eru að stunda kynlíf þó það sé ekki verið að gera neitt beint við kannski þinn líkama en þú ferð að gefa af þér á þennan hátt. Já. Og stundum er þetta bara góður sleikur. En fyrir mörgum þá verður sleikur óbærslega, það er svo þýðingamikið, það er upphafið á samförum, þannig að það er fólk komið í þetta handrit. En það að segja bara, má ekki fara bara í góðan sleik. Auðvitað að rækta nánd í góðum sleik án þess að það þurfa að þýða, herru, nú erum við að taka 15 mínútur frá, það þarf að afklæða, fara upp í rúm, klæða sig aftur, þú veist. Já, og þá er bara, sleppi sleiknum, svo þurfa ekki verið að taka hinn. Og þú klípur ekki rassinn af því að þá býtu, er eitthvað að fara að ske? Já. Og þetta er það sem gerist þau stífna upp, förin stífna upp, fjarlægast, af því það má ekki snerta, því snertingin táknar eitthvað sem er ekki búið að tala um. Já. Og þá verður náttúrulega bara gjá og bil eins og þú þekkir. Já. Og það er rosa auðvelt að láta bilið stækka. Það er rosalega auðvelt í hversdeginum og í sóllandaferðinni og næstu jól og svo erum við byggjað sumarbústað og svo er þetta að koma og svo stóramælið, þú veist. En heldurðu bara pæling, sko, að því við erum að tala um hvað kynlíf er og hvað getur verið margt í samskiptunum. Sko, heldurðu að það væri hægt að ákveða, heldurðu einhver hjón getur bara ákveðið, heyrðu, ok, þetta er alltaf einhver svona krísa hjá okkur að gera þetta og svona mismunandi væntingur og svona, eigum við ekki bara alveg að sleppa þessu og vera bara hjón, bara við erum góði vinir og við getum bara verið hjón og allt annan máta en við bara sleppum þessu af því að það er alltaf einhver meðvirkni eða gremja eða eitthvað sem myndast af því við getum ekki talað um þetta og eitthvað svona. Heldurðu að væri hægt að vera hjón og bara sleppa alveg? Sumir alltaf kjósa það. Heldurðu þú veist að það myndi til lengri tíma ganga eða heldur að kynlíf sé það mikilvægur sko farvegur eða farvegur fyrir tjáningu og nánd og svona að með tímanum myndi fara að svona molna undan sambandinu? Ég held að skipti máli að báðu sér á sama stað. Það gengur ekki ef annar stingur upp á þessu og hinn segir allt í lagi en er ósammála. Þetta er ekki tím fyrir meðvirkni, sko. Nei. Ef ein mannskja segir þetta bara ég hef engan áhuga á kynlífi, ég vil ekki stunda það en hinn upplifir löngun þá getur þetta verið svo mikil höfnun að þarna ertu kannski búin að brjóta á ákveðinn grunn sem ég er ekki viss um að sé hægt að laga. En ef hinn segir veistu, ég er sammálaður, ég er alveg tilbúin að leggja þetta á hliðina, þetta er ekki atriði fyrir mér. Frábært, þá eru báðir á sama stað. Og allt það væri raunverulega, nú er ég bara fagfólari núna, heldur að væri alveg hægt að hafa þannig saman. Ég er að hugsa bara fólki sem eru að horfa, kannski er bara einhver hjón að horfa og þau eru bara bæði búin að vera að hugsa þetta. En þetta er alltaf bara raunveruleiki margra sem má ekki tala um. Raunveruleiki margra er líka kynlífsleysi. Stundum er það ákjósanlegt en stundum er það vandamál. Og þetta er það sem hjón þurfa að koma sér saman og bara fólk. Það þarf að tala saman ég meina, og ég veit að ég er kannski svolítið sértækt dæmi fyrir svona mál af því að ég er náttúrulega ekstra opin en þetta var bara eitt af því sem ég ræddi örugglega sko fyrstu 3 stefnumótum þegar ég kynntist mínum maka ég bara nú vil ég ræða við kynlífstíðni í sambandi þú veist ég var alveg hér og hann bara hver ertu þú veist ekki búin að læra og ekki neitt ég hef pælt í þessu hvernig skilgreinir þú ákjósanlega kynlífstíðni hann bara þú með svolítið spurningar fyrir stefnumót og ég eitthvað já
allt í lagi. En þetta bara samræður sem fólk hefur ekki endilega tekið. Nei. Bara hvað finnst þér við þurfum að gera og hversu oft þurfum við að gera til að við höldumst svona nokkuð góð? Já. Það er bara stórkostlegt að fólk gerir þetta. Ég meina, fólk þarf að tala fjármálin. Þú veist, af hverju ekki að tala þetta? Hvaða væntingar hefur þú og ég hef þessar og getum við fundið einhverja leið, sko? Algjörlega. Til þess að gera þetta þannig að þetta verði ekki streituvaldur í líf okkar. Að þetta getur verið streituvaldur. Já, rosalegur. Þetta stóri bleiki fíllinn sem ekki talað og ég segi þetta rosa oft við konur. Ég segi, talaðu líka jákvæða kynlífsreynslu. Reyndu að muna jákvæða kynlífsreynslu og segðu það makaðinn og veistu, þegar við gerðum þetta, mér fannst þetta frábært. Og þú þarft ekki að vera en lýsing að þú getur sagt bara að við vorum á hótelinu og það var æði. Og bara sína, ég hugsa til þín kynferðislega, ég hugsa þig, ég hugsa okkar kynlíf og þetta var jákvæð reynsla. Það er ein leið til að byrja að tala kynlífið, að ég held að ef þú spjallar ekkert kynlíf, þá verður þetta að ofboðslega þungum og erfiðum bagga oft á tíðum. Og svo einhvern veginn koma svona kjánaleg ráð, ég ætla að leyfa mér að segja kjánaleg, þó ég skrifi líka kynlíf, koma svona kjánaleg ráð eins og komdu makanum á óvart með titrara. Þú veist, hver vill vera að borða Kellogg's sitt og fá titrara í eyrað? Þú veist, surprise! Bara, ég að koma okkur á stað, þetta er bara ótrúlega bara Ég hef lesið svona greinar, ég viðurkenni það. Ég líka. Þar sem að ég svona reyna að setja mig í þessi spor og ég hef mitt hugsa bara með mér, sko, það er ekkert langt síðan ég las eitthvað svona 5 ráð til þess að glæða kynlífi nýju lífi eitthvað. Og þá var eitthvað bara, þú veist, klæddið upp í búning og komdu eitthvað, þú veist, komdu honum á óvart og verði í einhverju þessu þegar hann kemur heima eitthvað svona. Og ég hugsaði bara með mér, þú veist, ef ég myndi gera þetta, þú veist, maðurinn minn, hann heyrði bráðkvaddur úr hlátri, skilurðu, þetta myndi alltaf vera svo langt frá því að vera eitthvað sem væri. Og það var eiginlega öll ráðin voru eitthvað svona alveg úr mínum karakter og allt, sko, þannig að ég hugsaði með mér, það er ekki hægt að koma svona ráð, skilurðu, af því þú lest þetta og þú bara vá hvað það væri skrítið ef ég gerði þetta, skilur, vá hvað það væri úr karakter, vá hvað það væri ósannfærandi. En spáðu ekki þessu, þetta voru ekki ráð hvernig þú kveikir á þér. Það er vandamál okkar, við berum ábyrgð á okkur, ég verð að kveikja á mér. Ég get ekki ætlast til að kveikja á einhverjum öðrum ef ég kveiki ekki á mér. Hvernig á þá dýnamíkin að ganga upp og mér er búið að gera konur í kynlífi að einhverjum svakalega virkum, aktífum gerendum þar sem við eigum að eiga búningana, við eigum að eiga nærfötin, við eigum að fara í snertingu, við eigum að vera svo margt og hinsegin, en það er aldrei að tala hvernig upplifum við þetta, hvernig langar okkur að vera, þarf þetta að vera svona fínt og flókið, alls ekki sko. Og mér við oft setja upp svona lista eins og við þurfum alltaf að kaupa eitthvað, að redda einhverju eða græja eitthvað þegar við erum svo góðar í því, í staðinn fyrir bara hvernig kemur þú þér í stuð? Hvernig fer þú að hugsa þetta? Hvernig getur þú brotið ísinn og rætt þetta við makann þinn? En er fólk, sko velta fyrir sér og er stressað yfir því að vera ekki nógu frumlegt í kynlífinu af því það er eitthvað svona utanaðkomandi skilaboð það að þú veist, einmitt þú átt að prófa þessar og hinnar stellingar og eitthvað svoleiðis, skilurðu. Við sko stellingafasismi í gangi stundum. Það er rosalega stellingafasismi í gangi. Það er alveg bara alls konar eitthvað greinar og fólk eru bara, þú veist, sem bara yfir kjörþyngd, skilur bara, sem gæti ekki gert eitthvað. Hluti eru bara ákveð þetta er búið, okkar kynlíf eru ógeðslega leiðilegt, skilur við. Fyrir utan það sko að algengasta stelling í heimi trúboðin er praktísk, af því það er þannig á augnsambandi, það er auðvelt að fá samþykki, það er hægt að fara í sleik og það er hægt að knúsast. Og svo búum við í Íslandi og það er skítkalt og það er auðvelt að vera með sængin yfir sér. Þú veist, útfærslur á því eru bara góðar fyrir bak, mjöðum og, þú veist, og til að vera náin, sem er það sem við erum að gera. Þannig að einhvern veginn það sem við erum búin að skrifa, þetta handrit sem ég ætla að tala það er ónýtt, það er gallað, það er gamaldags og það er úrelt. Og þetta þarf að vera miklu einstaklingsmiðara og fólk þarf að finna út hvað því finnst gott og hvað ekki og svo geta rætta sín á milli. Það er ekki endilega þannig að það þurfi, einmitt að tala handritið, það þurfi ekki alltaf samt, og ég var að tala matinn og matreiðsluna, það þarf ekki samt alltaf að vera einhverja nýjungar, skilur við, svo að maður farir nú að vera eins og Ragnar Reykjavík, en það er líka þannig að fólk getur verið bara búið að finna bara frábæra uppskrift að sínu kynlífi og þá er það bara til lagi og þá þarf það ekki að láta utanaðkomandi skilaboð að þetta sé svo spennandi og æsandi og geðvægt og eitthvað svona hafa áhrif á sig og upplifa einhverja vanmáttakennd út af því. Alls ekki og rannsóknir hafa sýnt það að nýjungar í sambandi þýða ekki endilega að eitthvað krydda kynlífið sko, heldur það eru frekar farið í nýja upplifun saman, farið í klifurhúsið eða farið saman og gerið eitthvað nýtt þannig að þið tengist þannig. En
sumum finnst þetta spennandi og hafa mikla þörf fyrir þetta að krydda kynlífið og það frábært. En það bara ekkit, það hentar ekkit öllum og ef þú ert með eitthvað sem þið líður vel með og það virkar fyrir ykkur bæði, þá það allt í lagi. Það á ekki að vera nein skömm yfir því þó þú farir ekki í 16 stellingar á 2 mínútum, sko. Eins og maður upplýðir stundum að sé talað og þú átt að eiga þetta og gera þetta og nota þetta og það svo mikið að græjum. Það allt í góðu og ég hef hlegið svolítið að þessu með einum öðrum kynfræðingi. Við höfum hlegið að þessu hvað við erum svona plain Janes, þú veist, við erum alveg, það engin einhvern veginn búningar og það engin að hanga úr loftinu og eitthvað svona, þú veist, og við höfum hlegið þessu að því að maður auðvitað með að tala þetta og maður veit hver kjarnin og næra að komast að honum og aðgreina allt hitt, dótið frá þó að það geti alveg verið skemmtilegt ef fólk hefur áhuga á því, en maður veit samt hvað raunverulega skiptir máli í þessu. Heyrðu, en ég ætla að spyrja þig svona loku, kannski ráð fyrir svona þá sem að horfa á kannski hjón sem að sitja og hugsa með sér, þú veist, af hverju erum við að horfa á hana þáttskilur eða langt síðan að við bara hættum að stunda kynlíf en báðum langar í raun og veru til þess að fara að gera eitthvað í því og einhvern veginn glæða lífi og kannski bara og komnar þannig aðstæður hjá þeim að þau ætti alveg að geta skilur eða það bara vantar að fara við þröskuldin. Eitthvað svona skref sem fólk getur byrjað að taka og svo kannski bara kemur þetta? Já, ég myndi byrja á þessari blíðu snertingu, stroka niður handlegg, stroka eftir baki, kissa jafnvel á kinn, af því maður veit ekki hversu langt síðan þau hafa kannski kysst, bara kissa á kinn og þakka, segja bara takk fyrir hversdaginn, bjóða góða nótt, segja sofðu vel, byrja á þessum blíðlegu nótum og þá hægt að byggja ofan á það. Það það sem fólk getur gert, bara nálgast maka sinn og segja svona ég man eftir þér, ég að hugsa til þín. Mikið rosalega vinnur mikilvægt starf. Þegar ég bara horfið hérna á því og hugsa að því að þetta er svo náttúrulega bara mannlegur þáttur sem að við erum einhvern veginn öll að velta fyrir okkur. En fyndið hvað við oft erum að tala um það. Já. Kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og við kveðjum hérna og sjáumst í næstu viku.